Blessaður, ég held að vera komið minn. Já, verið hjertalega velkomin. Ertu ekki að grínast? Hvað? Viltu byrja eftir? Ætlaðu að byrja upp á nýtt? Nei. Viltu við gerum þetta upp á nýtt? Nei. Ég get alveg gert þetta upp á nýtt ef þú Ég er vilt. mjög confident. Ég get alveg gert þetta upp á nýtt ef þú vilt það. Ok. Ok. Já, þetta er ríkalegt. Ég er líka að voice-note þegið aðeins. Hjartalega velkomin. Þarna. Sástu hvernig við lendum þarna. Já, Gaman að segja þér maður. sömuleiðis. Langt síðan. Já, been a while. Ertu ekki að grína? Við erum ekki búin að hittast í hvað? 2 vikur eða? 2 vikur, já. Við sko, we drift apart. Já. Það er svona, þannig vináttan okkar svolítið. Þú ghostar mig, ég ghosta þig. Já. Ég er að svæfa Einmitt. og þú ert að, þú veist, eitthvað, gera eitthvað annað. Stundum sé ég ekki á Discord. Ertu með mute? Er ég blokkar á Discord til þér? Nei, held ég ekki. Ertu með hætað hvað þú ert að gera í Discord? Ég Ég sé alveg út í Counter-Strike, sko. Nei, ég spila Ég ekki. sé það bara gegnum Steam. Já, ég veit hvað þú ert að tala. Já. Ég Ertu að hæta Discordi fyrir mér? Nei. Þegar ég kannski droppa, kannski Eyþór. Er Eyþór að spila töluleik? Nei, það er, ég loka alltaf öllum gluggum í tölunum minni. Nema þá leiknum sem ég er að spila. Hvað, af hverju? Bara, Hvað gerir það? ég hef einhver áhyggjur að ég er að sé að frame-droppa eins og það heitir. Ef eitthvað er opið. Nei, skilji. Bara stressaður. Já, sko, já, þú veist, ok, en Discord er svona, er Discord eitthvað hefði á fremi? Ég veit ekki, nei, örugglega ekki. Kanntu Ég að opna svona bjór? Já. Þú er búin að reyna að opna með nöglunum mínum, ég get það ekki. Hérna, Eðla góður í. já, en mér finnst það bara minnst að leiðilegt, sko. Ertu ekki að grína? Hvað voru því allt þetta? Hamraðist ekki saman. Það er gett, hérna slow motion Það er replay. gott að þetta er í mynd. Já. En við, já, ég segi, við erum ekki með neittast í viku. Já. Nei, 2. Svona, milli 1 og 2. Já. Og tölum heldur ekkert saman. Nei, Milli þess. lítið. Já. En það er, þú veist, það er ekkert búið að gerast heldur. Veistu hvað ég meina? Við erum búin að reyna að gera hann þátt núna, býða eftir eitthvað gerist í samfélaginu til þess að ræða, eitthvað mikilvæg málefni. Já. En það er ekkert, skilur. Það er bara einhvern veginn, Verkfall og já. Hver er þín skoðun á verkfallinu? Bara svona, bara flott, sko. já, Bara leyfa þess að gerast. bara leiða þess að koma. Já, Já, veistu hvað mér finnst? Mér finnst þetta að banna þetta allt. verkbann. Nei, banna verkbönn. Já, Mér finnst þetta að banna, sko, aðila eins og bara svona stéttarfélög að fá að vera í hérna, eða skilur ekki banna stéttarfélög. nei. Þú veist, ég fíla alveg að fá niðurgreiðslu á glerum og svona. Ég sem veit ekki neitt, ég er að tala um raskatum. Nei, ég held að þetta sé örugglega rétt hjá þér. Já. En það sem ég ætla að ræða var að því hún nefndi stéttarfélag Já. og niðurgreiða gleru. Ég er bara að spá, ég held ég hef aldrei á ævinni nýtt mér neitt. Ég hef nýtt mér einu sinni gleru. Já, Ég ekki heldur, sko, en þú veist, jú, þú ert náttúrulega alltaf að nýta þetta daglega. já. Hvernig? Bara, þú veist, þinn réttur, skilur. Sem ég borga, ég nota ekkert minn rétt. Jú, þú veist, það er bara, þeir bara svona, þeir eru að gefa þér, skilur, rétt þinn til þess að, hérna, vinna þína vinnu á þínum kjörum. Tölvuspil. Nei, þú veist, er það ekki? Ég veit Það er ekki. ekki eitthvað svona, þú veist, er það ekki það sem við erum að gera núna? Að rífast um? Andjóks, ef það er eitthvað sem ég skil ekki, þá er það Já, ræðum þetta aðeins. þá er það þessi stéttarfélagsbara. Já, sko, ræðum þetta aðeins. Já. Nei, þú veist, er það ekki, Þór? Eru stéttarfélögin ekki núna að rífast um laun Jú. og Betri kjör. Já, betri kjör. Þannig að þú veist, góðu kjörin sem þú ert á, Getur verið betri. getur þú betri. Aldrei verið verri held ég sann. Nei. Það er ekki hægt. Nei, getur ekki verið verri. Nei, ég held að megi ekki ég held sko ef það þarf að lækka því í launum Já. þá þarf að reka þig og ráðið aftur. Já, ok. En ef við ræðum svona Nei. Sástu samt gæjan sem vann hana Powerball í Bandaríkjunum. Sástu það? Já. 290 miljardar. Fuck me. Það er sko bila. Það er mega. Það er bara sturlun. Líka þú veist líkunar að vinna þetta eru bara fáralegar. Já.
Sko Tinna, kærasta mín, búin að vera mjög mikið núna að kaupa í lottó. Já, og hún byrjuð sko að ráðstafa ef hún vinnur. Já, Hún er að tala með sko, hún er er að taka lán. Nei, hún er að segja við mig sko, Ingo, þegar við fáum þessa 2 milljóra, Já, þá ég að fara að gera þetta fyrir þig. einmitt. Og þetta er allt svona, já, frábært. Er það að kaupa Eurojackpot? Ég veit ekkert hvað hún er að gera, sko. Nei, Hún er bara að kaupa. það hlýtur að vera hann að tala 2 milljarða. Já, þetta er eitthvað svona, eitthvað stöðlað að færa það. Jú, hvað Eurojackpot, ég með minnir að Eurojackpotin, Já, hann sé oft sko 9-10 milljarðar. já. Hvaðan var þessi gauð sem vann núna? Bandaríkjunum eða ekki? Var þetta Bandaríkjamaður? Er Já, ekki jú. Powerball er bara í Bandaríkjunum. Jú, Bandaríkjunum, já. Held ég. Þú veist, hvað myndir gera með hann pening? Þetta, ég sá greinum hann að gæða. Já, Hann kaupi sér villu, hann getur sér vilja í Hollywood eða eitthvað. Já, Og hann er frá Hollywood, eða California. já, ég var að ræða þetta við Katrínu daginn. Já. Þess að hvað ég myndi gera við peningana. Mhm. Og hún er alltaf mikið svona efasemda manneskja og allt svona. Hún er eitthvað, já, hann klárar þetta og hann, þú veist, Já, þú veist, það er náttúrulega klassísk sað. Ég man eftir, sko, í grunnskóla það var gaur, ruslamaðurinn. hann var í neyslu, Já. bara því miður, leðilegt, en það var svona mynd á hann með hellingar svo gullpeningum og keðjum, Já, nýbúin að vinna nokkra milljónir. Og þú veist, þetta fór allt í nefn á honum, já, sem sagt, og ég man Kalli, kennarinn minn, grunnskólakennarinn minn, var bara svona gerist þegar það vinni í lót og þú veist, núna hugsaði til þess hvað þetta var skrítin tími, það var svona einhver umsjóna tími sem var bara svona ekkert, bara svona já. passið ykkur að fara í lót og krögar. Nei, ég var líka að spá sko af því að hún, þetta er eins og með Dan Bilzerian Já. þegar hann var svona að koma fyrst og ógeðslega ríkur og svona típa, alltaf með einhver stelpur í kringu sig, þetta er svona alveg sérstök típa. Já. og hún var alltaf að tala sko eitthvað, já, hann verður gjaldþrota og þú veist, hann mun eiga þessum peningum Já, var Katrín að tala um það? Já, hún er svo mikil efasemda manneskja á svona Já, á the cash, Já. á quick, get rich quick Já. Já. Ég er samt alveg sammála henni, já, in a way. en sko í 290 milljarðar, Já, þú getur ekki eitt í. það er ekki hægt. Nei, ekki nú sér algjörlega bara Ég veit out ekki of it. hvernig þú ættir að gera það. Þú náttúrulega getur sett allt á rauðan. Skilur við. Já, en þú veist, svo er líka, þú veist, hann að ef þú kaupir þér snekkju, hvað ætla snekkja kosti? Já, það, 500 milljarðar. menna, I can find out. Já, af því að þú veist, ég oft pælt í, þú veist, milljarður, þú getur ekki klára milljarð ef þú lifir bara, Já, bara eðlilegu mjög- líf. Já. nei, bara mjög fínu lífi, Já. þú veist, ef þú ert ekki snekkjum og einhverju svona dæmi, engaþóttum og eitthvað. Hvað eru 5,3 milljónir bandaríkjadalinn í? Það er mikið. 5 sinnum 144 eða eitthvað. Myndbreyta það. En já, þú veist, það er samt alveg rétt. Ef þú ert í high class, ef þú ert að lifa high class, bara top class dæmi, eitthvað sem við bara skiljum ekki Nei. í dag, og þú getur aldrei eitt þessum pening. En það sem ég hef samt, eins og ef ég myndi vera Katrín, Já, ég myndi hugsa til fólks, skilur, þú veist, ok, ég vinn 2 milljóna ég veit. og ég ætla að ráða til mín hellinga ykkur liði Já, sem fer bara illa með peningin minn. Þú veist, eða bara stelur honum. já, ég held, já, Af því þú getur ekki fylgst með honum nóg vel, skilur. nei, þú getur, held ég, ísili kláraðan ef þú ert að fara að kaupa eitthvað, þú veist, ef hann var að fara að kaupa eitthvað risa hluti í Amazon eða eitthvað svona dæmi. Já. Hvað er 5 milljónir bandaríkjadala? 832 milljónir. Þannig að í rauninni er þetta bara helmingurinn af það sem þú ert að vinna, skilur við. Já. Nánast, Já. þú veist. Þannig sé það alveg fyrir auðvitað að köpa sér 2 snekkjur og eðallum peningum. Einmitt. En þegar 290 milljarða, Já. Það vartu það var það helvítið erfitt. gift marga snekkjur. Þú sé selur á það bara. Þú veist, ef það er ekki við sinni. Já, og engaþóta, hvað, þú veist, fyndi það át líka. Ég vil Einkaþota? vita hvað engaþóta kostar. Til það. Af því ég er að fara að vinna þetta einhvern tímann. Það gerir ráðstafanir. Nú ætlum ég að fyrir ráðstafa eins og tinna. Sko, já, ég veit samt alveg, sko, ég er samt alveg, ok, 660 milljónir. Já. Nei, ok, 3 milljónir til 660 milljónir. Ok, við skulum, þá er einu svona hæsta sem við getum farið. Hérna er 660 miljonum er svona fáránlega mikið. Já, ég held að það séu nokkru milljarðar, sko, væntanlega. Mjög margir, held ég. Ég held að séu... Það eru 93 milljarðar. What the... Er það grínast? Ég held það. Er það dýrasta bara típan enga þú... Já, þá ertu með bara eitthvað svona, þú veist, Rússland sér þig ekki og eitthvað svona dæmi. Það hlýtur að vera það. Já, ég veit ekki hvernig... Fyrir 900 milljarðar. Nei, 90 milljarðar, segi. Vá, það er
ándjóks ekkert eðlilega mikið. En þú veist, lægsta sem þú getur farið er 423 milljónir. Já. Mér finnst það fair. Það er fair, sko. En hvað ertu þá að fá? Skilur Þú veist, þá ertu örugglega bara að fá þessa klassísku engaþóttu sem er, þú veist, bara með þessum sætum hana og... Með sætunum? Já, skilur þetta svona þessi fáránlega sæti. Já. Þú veist, hérna, en ég meina og náttúrulega flugmann gerir ráð fyrir og eitthvað þjón. Já, en svo er líka það sem að þú ert eftir að hugsa er, þú veist, bensín á flugvél er alveg dýrt, Já, sko. það er það sem ég er að hugsa. Ég myndi rukka þig að koma með mér bara svona 5.000 skall. Eða skilur bara 5.000 skall upp í bensinni. Já. Á bensinbinni. Myndir þú vera pirraður út í mig ef ég myndi rukka fyrir bensinni ef ég ætti 2 millar? Nei, jú, satt. Myndir í alveg vera pirraður út í mig fyrir það að þurfa að borga 5.000 kall til þess að fara inn í engaþóttuna mína? Sérstaklega ef þú ert að rukka með sko 5.000 kall. Nei. Jú, það er svona, þá ertu basically bara að dissa mig. Ok, en 25. 25 skall. Verður það bara svona, Þú veist, 25 skall að það átt 2 miljardar er svo fucking lítið. Já, en þú veist, bensinni borgar sér ekki sált. Nei, svo er ég Skilur kannski þú með það? 50 stundar bankabók, skilur. Já, en ég meina, þú veist, þá bara máttu ekki koma með mér í sér. Það er bara greið þú. Bara greið þú. Nei, hérna... Nei, pælti sem því, bara fá 290, veist, ég held að ég myndi persónulega snappa. Já, þetta er náttúrulega ekki holdt, sko. Það getur ekki verið. Ég held að það sé alveg bara fakt, sko. 290 miljardar, eins og maður segir, á einni nóttu bara, skilur allt í einu áttu bara 290 miljardar. Nema, samt ég held að sístum í Bandaríkjunum sé þannig að ef þú tekur þetta yfir eitthvað lifespan, yfir eitthvað mánuði, þá þarf þetta ekki að borga skatt af þessu. Já, þú getur dreift greiðslan tíðin. Já, en ef þú tekur þetta í fullu, þá þarf þetta að borga einhverja skatt af þessu. Já, ég held þú, Hérna... Hvaðan koma 290 miljardar? Hvaðan koma þeir? Já. Alltaf bara... Miðakaup? Já, þú veist, það hlýtur að vera. Ég held að sé, þú veist, ég meina, ef þú horfir á all Bandaríkin að borga 5.000 skall í lottó, þú veist, það er alveg fljótt að teka. En þetta er það sem Halli gerði. Já. Hann dreifði, sem sagt, eða tók þeim samningi, ég veit ekki hvort að hann tók því að hvort hann var neyddur í að taka sem sagt, svona mánaðargreiðslur fyrir að vinna bara. Fyrir að vinna fyrir Twitter, en mánaðargreiðslan er samt bara fáránleg. Þú veist, hann er bara eitthvað 110 milljónir á mánuði eða eitthvað. Hann er samt svo geggjaður gæi, sko. Já, ég elska hann, sko. Hérna... Byggja upp þessa rampa á þetta. Já. Og hann var ekkert eðlilega cool sem hann gerði. Það var hann gaf held í mæðrastygsnefnd öllum sem voru eitthvað svona dæmi, ég veit ekki. Gaf þeim eitthvað 100 skall bara á kjaft. Já. Svo þurfti hann að hætta því að það voru svo margir komnir, svona allt í einu komnir, skilur. Já, hann er geggjað, þetta er svona gaur sem að áæga pening, veist hvað ég meina? Og líka, hefur þið séð nýja staðinn hans? Önni Jónsson, kaffistæður, það sem Kaffi París var. Nei. Þetta er flottasti staði sem ég séð, allan á myndum, sko. Það hlýtur að vera ekkert eðlilega góður rampur þar, sko. Já, það er bestir rampur í heimi, sko. Nei, en hérna, ég er að segja, þú veist, ef þessi gaur með sín sambönd í hönnunaheimin og það sést á þessum stað, sko, bara hann þekkir flott á hönniði og þetta er bara, þetta er nánast 10 en hann er þetta ekki tilbúinn staðurinn, þannig að ég veit ekki alveg, get ekki fakta. Er þetta ekki eitthvað svona Figma eða eitthvað? Hvað er það? Það er forrit. Já, hvað er Figma? Það er svona, þú getur bara hannað hluti í. Ég var svo stressað, sko, það sagði ekki við mig um daginn. Figma? Eithor. Nei, það var eitthvað svona, ég man ekki hvernig það var. Hvað sjúkdómur? Já, ég var hættu við þá grifju, því að það var hann tímbil sem var alltaf eitthvað Ligma. Ligma bólsdæmi. Og eitthvað Sigma og eitthvað dæmi. Svo þegar var einhver að tala um þetta Figma, þá þorði ég ekki að spyrja. Hvort það verið sjúkdómur? Já. Þetta er svolítið óhefnilegt nafn. Já, þetta er ekki gott nafn, sko. Nei, hérna, ég ætla að googla hérna, how long are you wasting to, hvað er þetta mikið í Bandaríkjadölum? Hvað þá? 2 miljardar. 200 miljardar. 290 miljardar? Það sem gaurinn vann. Það er eitthvað svona 5 biljónir dollara, 3 biljónir dollara. Billion dollars, ok. Nice, bara svona sigur. Já. You can spend about 100 million a year ef þú ert heimskur. Já. Það er svona eiginlega maxið. Getur það að klára 290 miljardar? Já. Þú veist, ef þú ert fáránlega heimskur í mjög langan tíma. Hvað er það hlýtur einhver að grípa inn í vera, hei, ekki hérna, stopp hér. Já, en þú veist, ef þú átt 290 miljardar þá er ekkert dýrt, skilur? Nei,
Nei, ekki nema að vera að kaupa bara eitthvað dýrt fyrirtæki, skilur. En ég meina, við sér það, ef þú kaupir svona private jet og merkir hana og síðan kaupir þér þjón eða sem sagt ferð starfsmann borgar honum bara það sem hann biður af því þú veist, þú ert svo ríkur og ert alltaf að bjóða vinum til Caribbeans í einhverja villu. Já, sko $100 million eins og við talum á ári eru 14 miljardar. Já, þú getur alveg verið snöggur með þá 200 miljardar ef þú pælir í. Já, ef það var einhvað þátt að það sem kostaði 93 miljardar, sko. Já, og ef þú eyðilegur allt sem þú kaupir. Já. Ég held að það sé svolítið mikilvægt, af því að þú veist, þá getur ekki selt það aftur. Já. Þú veist, alltaf að eyðilegja. Ég held að ég gæti klárað þennan penning, einhvern veginn. Já, ég líka. Ég myndi fara í eitthvað rugl. Hvað myndirðu kaupa þér? Ég myndi kaupa mér hús í Bandaríkjunum og ég myndi vilja búa í Bandaríkjunum. Af hverju? Ég elska Bandaríkjunum. Af öllum stöðum? Af því ég dýrka Bandaríkjunum. Hefurðu komið þangað? Nei, einmitt. Mér finnst Bandaríkjunum svo cool. Ok. Þó ég fíla ekki, sko, þú veist, ég fíla ekki Bandaríkjum mannin. Nei. Þú veist, we are the greatest dæmið. En þið langar að búa. Já, mér finnst Bandaríkjunum svo mér finnst það svo cool. Hvað þá? Bara allt svo stórt og cool. Já. Sko, ég átti að fara til Bandaríkjana 2020 eða 2019. Það var búið að bóka ferð til Flórida, skilur við. Já. Búið að borga flug, hús, allt. COVID. Já, og held 5 dögum áður en við ættum að fara og lokaði Trump fyrir Evrópu. Út af COVID. Trump er svo mikið fáið því. Og hann lokaði fyrir, og þannig ég komst ekki, skilur við. Já. Það sem mér hlakkaði mest til, ég var búin að segja alltaf það, skilur, sem ég var að fara með, mér hlakkaði mest til að keyra hraðbrautina og sjá bara svona eitthvað risaskilti og Welcome to Greenwheel, eitthvað bandaríst. Já, ég var bara Welcome to Greenwheel. Já, ég var búin að ímynda með það, bara það, og mér hlakkaði líka ekkert eðlilega mikið til að fara shooting range. Já, ok. Ég skildi samt, sko. Þú veist, það er stemming. Það er samt ekkert eðlilega dýrt. Shooting range? Já. Ég var að skoða, Þú veist samt alveg að þú getur fara á shooting range í Evrópu, bara mjög flott shooting range. Já, reyndar. Og líka mjög shady shooting range. Já. En þú veist, þú getur alveg í Evrópu. Ég er ekkert að flakka mikið, sko. Nei, lítið í því. En sko, ég myndi mæla með því að þú farir til New York. Nei, Það er samt, sko, það er það sem þú ert að tala um. Já, reyndar. Þú veist, það er bara big, sko. Já, Við erum að tala um, sko, M&M búð á 2 hæðum. Bara með M&M. Já. Þú veist, eina sem þú finnur er M&M. Já, það er það sem mér finnst svo cool við Bandaríkjamann, skilur. Það er allt svo stórt, skilur, það er allt svo mikið af öllu. Já. Og skamt að vera mat. Ég er náttúrulega matgæðingu mikill. Fara á Cheesecake Factory. Já, ég væri alltaf bara borðandi, sko. Ég var búinn að segja það við sjálf á mig og aðra sem ég var að fara með að ég myndi bæta á mig minnst 15 kílóum. Já. Ertu fljótur að bæta þig? Er ég fljótur? Ég er ekkert eðlilega fljótur, sko. Ég er með eitthvað svona skjaldkirtils eitthvað svona bla og ég get bætt á mig 10 kílóum á viku, sko. Easily. Wow. En ég get líka, sko, Þannig gæti það sér komið í þáttinn eftir viku 10 kílóum þingi. Já, prófa það. Prófa það. Nei, en svo hef ég líka verið, sko, ég ætla bara að segja, ég var 152 kíló fyrir 3 árum. 52? 152. Mesta sem ég verið. What? Og á einu ári... Þú ert samt hávaxinn, sko. Já, en 152 kíló mikið, sko. Og á einu ári þá náði ég að taka mér 50 kíló. What? Án þess að gera neitt. Nei. Jú. Ég hætti að borða. Af hverju var þetta ekki fyrsta sem hún sagði mér þegar við kynnumst? Ég veit það ekki, maður. Bara by the way? Af því þetta er alveg afrek. Já. Af hverju, var þetta eitthvað svona, varst það reynið það, var þetta bara eitthvað svona gerðist? Þetta bara gerðist, sko. Varst það kvíðin, eða? Hvað? Nei, ég sá eina mynda mér í útlöndum og ákvað að taka mig á eftir það. Okay. Og ég fór ekki einfaldur. Já, ég fór ekki ræktin, ég gerði ekki neitt öðruvísi nema ég hætti að drekka síkra kók. Það var bara mitt go-to, sko. Og ég hætti að borða svona kvöldin. Ég var þannig, ég borðaði kvöldmat, borðaði með pakk satan, sko. Og svo fer ég bara fram og svo bara er ég mættur í afganga eftir 2 tíma og aftur pakk satan, skilur.
Wow. Ég var alltaf bara síéttandi sko. Shit. Og drakk ekkert eðlilega mikið að sigruðu kóki sko. Já, ok, og bara hættur bara cold turkey? Já, bara einhvern veginn allt í hennu. Þú veist, já og nei. Ég var svona Hvað varstu gamall, sorry? Ég veit ekki, þetta er 2018 held ég. Þá er ég 22 ára. Já, ok. Og nei. Jú, örugglega eitthvað svoleiðis. Ég man ekki. En ég held að þetta er 2018. Ég get sko sýnt þessa myndi í þessu podcasti. Já, senda mér link. Ég get fundið þessa myndi. En ég meina vel gert, þú veist, sko, varst ekki að æfa neitt? Mér líður eins og þetta var að selja mér eitthvað svona snáka eitur, eitthvað svona. Nei, ég var ekki að gera neitt. Það er að skrýtna, sko. Já, og þú kom búin að senda það myndina. Yes. Þetta er amazing. Já. Skilur ekki, þú feitar svona inn hérna. Getur þú stækkað þetta? Já. Þarna er ég held ég 152, eitthvað mest. Vá, maður. Og ég horfði á þessa mynd. Það er oft sem fólk þarf. Nú ætlum ég ekki að fara að vera einhver. Horfður á þessa mynd og segir, nei, nú hætti ég. Já. Mér finnst þú bara flottur hana. Sérðu hvað ég með fyrir fram mig? Hvað ertu með hana? Pítsu. Mér finnst þú flottur hana. Með káli reyndar. Bara geggjað jakki og reyndar fáraleg hárgreiðsla. Er hátt að renni? Nei. Ég er með ekkert eðlilega þykkt hár sko. Já. Og gott enni sko. Skrítin hana. Já, ég var alltaf þannig. Ég er og klipparinn minn, Hálfdán, klipparinn okkar. Já, núna. Hann getur faktað það að ég er náttúrulega bara svifa senast að gæi heimi þegar kemur að klippa mig. Já. Ég Læti sér þessari. Já. Halló. Ég var oft að senda honum bara klukkan 9 á kvöldin, hæ, getur þú klippt mig? Já, ok. Því ég er að fara í ammæli klukkan 11. Ég er að gifta mig á morgun. Já, einmitt. Ég var bara alltaf svona. Já. Og nema áður en ég kynntist Hálfdáni, þá lét ég alltaf Katarinu klippa mig bara. Bara svona raka þig. Já. COVID-klipping. Já. Og lét hann að taka ég lét hann alltaf horfa á YouTube-vídeó og leiði hann bara klippa mig. Og það kom hann ágætlega út. Já, ég elska svona klippingur. Já, nema þegar ég fór í sund. Svo kom ég upp úr og það hárið, það var bara einhvern veginn. Og toppurinn var svona niður og hárið var bara svona svo fjallgarður. Já. Vettlúk ekki alveg að hjálpa þér. Nei. Þannig að ég hætti því. Já, en til hamingju með að losa þessi kíló að þér. Ég held að ég kann eiginlega betur við þig eins og vast, sko. Já, þungur Eyþór. Já, svona friendly, meira friendly. Ég er svona, ég var minnst held ég 103 og er aftur komin upp í 115. Já. Svona fyrir hlustendur að vita. Já, bara gott. Takk fyrir að ég er búin að vera 85 kíló í örugglega 28 ár. Já. Ég er búin að vera allt og lengi sama. En þú ert þannig, þú getur bara borðað eins og vilt. Já, bara það gerist ekkert. Það er fáránlegt og mér líður ömurlega með það, sko. Ég öfunda fólk svo mikið. Já, og ég fæ líka alltaf svona eitthvað hættu. Já. Eða skilur þú veist, bara svona já, ok, ég ætla að fá 2 hamborgara. Já. Þú veist, af því þú getur það. Já, einmitt. Ég er samt, mér er svo skrítið, þú veist, af því að náttúrulega, þú veist, ég bara get bókstaflega ekki tengt við neitt. Nei. Sem þú veist, eitthvað að reyna að, þú veist, bæta sig í ykkur mataræði eða, þú veist, að reyna að líða betur með sjálfan sig. Einmitt. Af því að ég bara, þetta er aldrei komið upp í hausinn á mér. Nei. Fyrir utan reyndar, þegar ég var alltaf með fótboltastrákunum í grunnskóla. Já. Þá langaði mig rosalega mikið að vera massaður. og ég reyndi, sko. Af því að það vonda við þetta. Einmitt. Ég ætlaði að segja, þetta er tvíkasverð. Já, ég næði ekki að byggja upp vöða, sko. Nei, þú veist, það er líka, þú veist, það er alveg fólk sem vill kannski vera með allan smá utan á sér, skilur við. En bara getur það ekki. Nei, einmitt, já. Þú veist, æsku vinkona mín sem var bjóð Eyrarbakka, ég öfunda hann alltaf geðut mikið þessu. Já. Hún gat bara borða og bara sást aldrei á henni. Ísjöðu byrjar ekki fyrir nú byrjar í einhverjum íþróttum eða eitthvað. Ég man svo vel eftir þessu, ég var í körfubolta og það kom svona moment sem við byrjum allir í rektinni og mér varst alveg gaman að byrja að lyfta og eitthvað. Já. En það dróð svo mikið úr mér. Einmitt. Hvað einhvern veginn allir aðrir urðu flottir. Já. Eða flottir. Hefur þú prófað að stera? Spáði því?
Nei, bara Ekki þetta svín Nei, þú veist, ég held að það verður bara skrítið. Sko, ég er svona Djöfull, það er flottur. Það er svo erfitt, sko. Hefur þú talað um gauð sem er á megasterum? Hefur þú spjallað um mann sem er á megasterum? Það er erfitt, sko. Já, ég er alltaf að hugsa bara á vákort um megasterum. Já. Þú veist, allan tíma. Þeir eru erfiðir. Og hann líka má ekki tala um neitt nema líkasætt, af því að þá byrja ég að hugsa á vákað að fyndi að sjá hann gauð sem er okkur mikið á sterum. Tala um kannski bánsa, eða skilur við. Hvað heitir það aftur? Bilderberg. Bilderberg. Nei, það var sko, sterar eru svona, mér er alltaf langað að prófa stera, sko. Alltaf, what? Hvað meinar, af hverju? Af því að ég er... Það er ekki ykkur reiðisvandamál og... Já, ég er ekkert að spá í neinu öðru en að verða bara að prófa það, skilur. Já, ok, ég er sammála, mér er alltaf langað að prófa að vera massaður. Já, mér er líka alltaf langað að prófa allir Oxycontin. Og eitthvað svona dót. Okay, en þú veist, maður fer ekki ánga. Nei, ég er sammálaður, já. Bara svona hlutir sem maður langar að prófa. Já. En þú veist, þú ert ekki hálfviti. Nei. Já. Veist, ég skil. En ég væri, sko, ándjóks ekkert smá til ég að prófa að taka stera, sko. Bara að taka mánuð. Ég sko. Og taka mánuð. Vera bara duglegur í ræktinu og sjá bara. Já, ég er búin að, sko, ég var að viðurkenna eitt. Ég og félagi minn, Bjöggi, erum búin að ræða þetta svolítið mikið okkar á miðli. Að prófa stera? Nei, hann vill svo mikið, hann veit ekki alveg issueð mitt með að geta ekki bætt á mig vöðum. Ég veit ekki hvað þessi issue, ég er náttúrulega ekkert mikið búin að vera reyna upp á síðkasti, en ég bara veit að það gekk ekkert upp fyrir mig fyrir löngu, þannig ég nenni ekki. Þetta er mest í svona þetta er mest í boner killer ever að mæti ræktinu og gerist ekkert, skilur við, það er umöðulegt, það er bara glata, en að því ég er með podcast, skilur við, það er alltaf grín sem er miklu stærra en þetta, sem við erum að gera. En þá? Það er bara að vera alltaf stærra, skilur við, og þar er ég bara röddin, sko, það er ekki mynd. Og við erum með live show, vanlega árlega. Við erum alltaf langað að mæta á eitt live show, geðvikt massaður. Já, ég er að segja. Og bara segja engum að ég er búin að vera í CrossFit í ár. Og styrum. Já, sko, ef ég myndi frá stera, ég myndi bara þurfa viku eitthvað. Nei, en ég er hræddur um að stera myndi gera mig eitthvað svona... Klikka. Já, af því að ég get ekki byggt neina við það, hlýtur að fara bara allt í hausinn. Við skilum meina? Já, góða punktur. Þú myndi vera bara svona naut. Já, það er að ég að segja. Ég er með svona ákveðna líkansbyggingu. Ég er stór og mikill alls þar nema á einu stað. Bara ekkert sérstakur. Og ekkert sérstakur. Ég er bara tilli, skilur. Við erum ógeðslega sjálfsöðingir. Og ég held að það er komin ákveðið glaður. Við erum ekkert spes og við eiginlega bara höfum okkur langt mest. Ég væri svo mikið til í að prófa bara að taka bara hálft ára styrum. Já. Og sjá bara hvað myndi gerast. Ég þekki gaur, sko. Ég líka, sko. Please ekki gera. Nei, ég mun aldrei gera. Ég var löngu búin að því. Já, gerðu það fyrir mig. Ég hef svo keypt styra. Já, nei, ekki styra. Keyptir þér styra og notar, ertu að meina það bara fyrir barkabólgu eða eitthvað? Nei, ég keypti klemma einhvern tímann. Hæ? Já. Hvað er klemmi? Klemmi. Svona hestalif. Kreatín? Nei. Nei. Þetta er svona, þetta er rauninni, nú er ég náttúrulega algjör amateur og ég er að tala um ég fitness coach. Þú verður að tala um þetta. Af hverju keyptir þetta og notar þetta aldrei? Ég notaði þetta einu sinni. Notaði eina töflu. Notaði stera? Já, eða þú veist, þetta er sko, hvað er maður að tala um? Takk hérlega fyrir þetta. Klemmi er rauninni, þetta er eitthvað svona fitubrennslulíf í rauninni. Ok, þess vegna missir 50 kíló á... Nei. Nei, ok. Alls ekki. Hvað, eftir það fyrir það? Þetta er fyrir það, sko. Ég ætlaði. Já. Ég heimskur. Nei. Ungur heimskur. Nei, þú veist, bara að læra lífið. Ég prófaði... Shit, sorry. Setti... Fyrir ekki, hvað? Ídalan hefur sett það? Ertu að styra með það? Já, fyrir ekki. Nei, en ég prófaði að kaupa Klemma. Fyrir mörgum árs. Okkur heitir þetta Klemmi? Ég veit það ekki. Akkur segir ekki bara sterar? Já, ég veit ekki hvort það sé sterar. Nei, ok. Ég veit ekki þetta. Keiptur bara eitthvað af einhverjum gaur. Og það er svo... Það er svo skrítið að tala um þetta. Nei, það er svo heimskulegt, sko. Það er svo heimskulegt að kaupa. Var það drug deal?
í rauninni, sko. Og þú vissir ekki hvað þú kaupa? Nei. Það er bara einn þá hana... Jú, ég vissi ég var að kaupa klemma. Ég vil vera stór og sterkur. Þetta heiti klemmi, held ég. Og það versta við þetta var í svörtum póka, alveg kolsvörtum póka. Og með svona, með svona ziplock á. Og og töflunar inn í pínu litlar. Sko, bara eins og sandkorn nánast. Nú, ok. Pínu litlar. Já, ok, ég veit hvað þetta er. Já, þetta er þetta er sölt. Sölt? Þetta er svona homopattasölt. Ha? Þetta er nammi. Nei. Jú. Nei. Jú. Ef þú fórst í dópsala og sagðist ekki vita hvað þú varst að kaupa, þá selur hann þér bara eitthvað nammi. Ég prófaði að taka eina töflu. Ok. Nú ætlum ég bara að viðurkenna það. Shit, hvað heimskur. Þetta er bara það heimskuld sem ég heyrt, sko, en ok. Og ég fór í vinnuna. Já. Og var þá í svona bara semi-aktífri vinnu. Já. Ég sat ekki á raskatunum og gerði ekki neitt. Já, þetta var svona action. Action. Maður var að gera eitthvað. Hvað varst að gera? Ég var að rauna golfvelli. Þú veist, hvað? Það er bara action? Nei. Allan daginn? Nei. Það er bara hljómaður sem var á sjó? Nei. Það var svona season og vorum að kantskera böngera og svona dót. Það er svona smá activity, skilur. Ég er ekki að segja að það hefur verið hardcore action. Já, ég skilur. En og þegar líður á daginn, það eru 2 tíma búin á daginn með eitthvað, þá er ég bara að byrja að fá hjartslátturplanir. Já. Var það pre-workout eitthvað? Nei. Það heiti klemmi. Já, en þú veist ekki hvað þetta er. Jú, þetta er eitthvað svona hesta-astmalíf. Hesta-astmalíf? Ég held það. Ok. Ekki nema það sé myth, sko. Ég hef heyrt talað. Ok, í fyrsta lagi, þá hestar asma. Ég veit það ekki. Það er þetta fyndið, sko. Og, þú veist. Já, ég tók, sko fyrir að fyrsta ári. Hestur. Eðlilega. Stór, svona. Nei, þeir fátur okkur sprautu. Já, ég satt, þú veist, við erum bara gríðir, við erum bara tjók, skilur, það er bara að hafa gaman. Stoppa hérna, flott brokkan. Ég ætla hann að teka þessu töflu og fæ bara hjartslátturtruflanir og líður bara hræðilega. Það er eins ég á einhverju svona fíknefnum. Ég bara byrjar að kófsveitna og líður bara mjög illa. Og ég tók ekki aftur töflu. En ég veit ekki eins og af hverju ég fór að tala um þetta. Nei, mér finnst það geggjus af því að þú veist, þetta er svona, mér finnst það svona útskýra svolítið mikið hvernig þú ert. Já. Smá heimskur. Já, eða þú veist. En sko, ok, þú veist. Ég er stemningsmaður. En þegar þú kaupir þetta, þú þekktur guðin sem selur þetta? Ég vil ekki fara nánar í þetta. Nei, ok. En ég meina, það hlýtur einhver að hafa sagt við þig, hérna, Eyþór, prófaðu að klemma. Það hlýtur ykkur að vera bara eitthvað hérna, þú veist. Já og nei. Og þegar ég gerði þetta. Það getur ekki verið að googla bara eitthvað how to lose weight eitthvað. Nei, þegar ég gerði þetta, þá var klemmi bara svo primer í dag, sko. Já, bara allir blingarnir villi sér. Nei, þetta var svona, það var svona tala um þetta, skilur. Það vissi allir hvað það var. Já, ég hef aldrei heyrt þetta, sorry. Og það gerir þetta mjög sös. Já, það allan að vissi allir hvað þetta var og ég, einhvern veginn, ég veit ekki af hverju ég tók þetta og ég gerði það bara og mér líður þess að þetta sé eitthvað svona eyrabakka homegrown eitthvað. Það getur líka verið sérstakt eyrabakka stera vibes. Nei, ég þekkti engan sem að prófa þetta, sko. Nei, jú, ég líka. Já, að hætta að ljúga. En það var ekki eyrabyggingar. Nei, ok. Það eru selfisingar. Já. Enda undir út það. Nei, mér finnst það mjög áhugavert. Þú veist, ég er algjör hæna á þetta, sko. Ég þori engu svona, sko. Nei, það er nefnilega að finna með mig. Já. Ég er svo lífræddur. Það er það sem ég þekki þig. Ég þekki þig bara sem lífræddasta mann í heiminum. Já, ég er ekki eðlilega lífræddur og svona kvíðinn með allt svona. Og þú bara prófar eitthvað svörtum póka að vinna á golfvelli, skilur, það er bara fáránlegt. Það er bara ég í hnótskur. Já. Þú veist, mér finnst mjög gott að reykja sígarettur, sko. Ég gera það ekki. En á djamminu og svona, mér finnst það snilt, sko. Já. Og, þú veist, eitt stóni bara í hörðu. Í maður. Og gera það núna ennþá? Já. Aha. Ég fekk mér hann sannlega ekki gæri, sko. En það heyrir á mér, ég er alveg. Var það ekki þunnur? Nei. Ég er alltaf svo ógeðslegur eftir tjámið. Ég er náttúrulega búin að reykja frá því ég var krakki, sko. Já. Þú veist. Nice. Pabbi minn stórreykmaður, sko. Já. Nice. Og hérna, hann, þá var lenskan bara, þú veist, reykti bíl. Já. Skilur.
var reyndar aldrei eitt inn í heima á mér. Þú náttúrulega þekkir þetta. Já, ég bara Þú ert búin að reykja saman hér, sko. Nokkra pakka, sko. Já, og ég meina, mamma mín reykir, sko. Já. Reykir enn, held ég. Já. Eða, þú veist, hún segist að byrja að veipa. Ég trúi ekki neitt, sko. Og þú svo hef ég alltaf tekið í vöruna og ég alltaf að gera eitthvað svona sem er innan gæðslega bara lífshættulegt, skilurðu, in the long term. Já. En svo þessa milli er ég ógeðslega hræddur við einhvern verk sem ég að fá hérna í brjóskassan, ég hlýtar með krabba mig, sko. Ég þar, sko. Ég bara, ef ég fæ einhverstað verk, þá ég bara komið með krabba mig, sko. Og þá ég bara að fara að deyja, sko. Og þá finnst mér oft gott að hlusta lagið 6 mánuðir eftir með Jón Sævarsson. Hvað, hlustar á það? Já. Kveikir á því, bara á jólunni? Nei, ekki. Ertu bara verkur? Hérna. Ég hugsa bara, nei, ég hlusta átt að það. Já, hérna, ég akkurat auðvögt þú. Þú veist, ég bara svona, ég svona sérstakt case, þú veist, ég ætla hann að fæ rosalega mikið svona, fara til læknis. Já, ég fel ekki aldrei til læknis. Ekki heldur? Nei. En, þú veist, sorry, þessu trublaði. Það þú mjög mikið að trubla mig núna. Já, það ekki, það má ekki miskilja, ég sé alltaf bara, herru, ég hef farin að bráðamóttökuna, sko. Já. Alls ekki. Nei. Ég, þú veist, bara með einhvern verk, þú veist, ég hef farið á sjúkrahús kannski svona 5 sinnum síðustu 10 ár. Og 3 svar hef ég bara þurft það, skilur. 2 svar var þetta svona nója, sko. Já. Sem ég eins hjá mér. Já, ég fekk bothlangakast. Þá þurfti ég að fara sjúkrahús. Já. Bothlangakast? Já. Það ekki alveg alvarlegt, eða? Jú, eða svona, nei, jú. Já, ok. Og ég fekk, einu sinni mjög alvarlegt höfuðhögg. Já. Í fótbolta. Og svo hef ég 3 brotið með þumalinn. Það svona þessi case sem ég þurfti að fara. Hvernig brautaði þumalinn? Það sparka framan á hann. Já. Og hann brotnaði bara í móla, sko. Fuck. Hann skakkur í dag, sko. Það var svona bara mjög obvious case sem að fara upp á stíðsam. Já, það var, ég var að spila fótboltaleik, varði bolta og hann að fara að koma, boltinn dettur fyrir fram að mig, ég er markmaður og hérna, hann kemur, ég næði að slá boltan í burtu og hann að fara að sparka í boltan. Ég næði að slá boltan í burtu og eftir stendur bara þumalinn á mér og hann sparka bara framan á þumalinn á mér. Fuck. Hann hefði bara... Já, hann hefði bara, þú veist, og ég... 3 brotin þumall mjög erfitt. Já, og það... Það er erfitt að brjóta hann 3 sinni. Já, og það var, sko, ég var alltaf með markmannsaska, þannig ég var bara svona, fuck, þetta var vond maður. Og eitthvað svona, þú veist, leikur heldur bara áfram. Já. Og ég veri nokkuð skot eftir þetta, grípið bolta á eitthvað, og ég bara svona, ái. Og... Svaka pick me. Já. Ég ennþá að drepast eftir þetta áðan, þannig að... Svo eftir 10 mínútur korter. Látið mig í friði. Eftir 10 mínútur korter. Það er bara við náðu ég Þór. Já, þú meittið áðan. Eftir 10 mínútur korter, eftir þetta gerist, þá ákvað ég að prófa að taka mér hanskan. Ég bara byrði dómarinn að stoppa leikinn og hann bara orðinn svona 4 þumlar. Fuck, maður. Og já, þegar maður brotnar þá dofnar maður svo mikið upp. Að, þú veist, það er ekki það mót. Nei. Já. En svo þegar ég var á leiðinni upp á spítala, þá kom verkurinn. Varstu fyrst bara eitthvað, ekki sliði svo. Teipa þetta bara. Teipa. Og lokið fyrir það, er ég með spýtu? Ekki það alveg harður. En hvað það samt við okkur að fara ekki á vaktina? Já. Mér finnst ég þurfa að fara miklu oft í, sko, ég hef 3 sinnum upplifa bara svona, fengi bara svona fyrir hjartað. Já. Eða bara svona svima upp úr þurru. Einmitt. Bara eins og sé að líða við mig. Og líka stundum sé ég svona eins og hægra auga mitt eða vinstra auga sé svona blörrað. Já, það er ekki jákvætt. Nei, ég veit það. Og það er svona drullar á spítalanum. Þá var ég komið með heila blóðfall. Já. Skilurðu? Já, og þú veist, og það er aðrir í kringum minn sem er búin að greina mig með heila æxli og alls konar dæmi. En þú veist, maður er aldrei bara svona, maður er bara... Það er nokkuð. En ég hef sko stundum hugsað. Nú er ég aftur, ég var ekki fitness coach, þannig að allt sem ég var að tala áðan. Ekki fara eftir neinu sem við segjum. Ég er ekki læknir. En ég var að spá í einum daginn. Akkur er ekki bara þannig system til að þú getur farið til læknis á hver einasta ári. Það er alltaf bara svona skannaður allir líka meginn. Ég hef svo oft hugsað þetta. Já.
og bara einu svona ári ferðu bara í bara einhvern skanna sem bara tjekkar allt ef það eitthvað að byrja að myndast einhver staðar eða eitthvað, þá þetta gert eitthvað skilurðu? Og þetta væri sko ég var til í þetta þetta til þú getur sko, það bara kostar þetta svona ég spurði mitt Tinnu út í þetta bara, ég væri svo mikið til í að bara fara mitt í bara eitthvað svona blóðpröfu á öllu en þú getur út sniður farið sérst í blóðpröfu fyrir bara langflestu og látu bara svona routine check bara svona eins og skoðunarlímiði settur og raskatið þær, skilur eftir á það reyndar geggjuð pæling bara endurskoðun bara aðalskoðun eða tékkland já, vá við skoðum meina, þetta er bara skoðunastöð já, þetta er bara engaregi það er frábær hugmynd þú veist, þetta getur bara verið inn í hverginni þú veist, það sem heilsuhælið það er bara svona eins og bara svona eitthvað göng sem hún lappar í gegn og það er bara læknar eins og COVID svona já, en ekki lappi gegn, það verður að vera svona rullu já, leggst á rúm og þeir eru rúllað í gegnum eitthvað og það er bara tekið öll sýnin sem hægt að taka þú verður að ná í enga rétt á þessu já. Og síðan ertu með tattoo nei, þannig varstu með það nei, en samt pældu samt ok, þetta er svona heimsbygglegt dæmi, en pældu í því ef við verðum með bara tattoo á mjóbakinu sem er bara skoðunarlímiði eða skilur strikamerki eitthvað svona strikamerki eða bara skoðunarlímiði þannig að fólk getur séð þannig að þú getur séð bara ef þú fer í sund og séð bara sex það er 2023 og þú bara wow passa maður þessum, skilur, hann getur verið með krabbamein passa maður á honum já, smiðandi, skilur eða skilur, þú veist það ekki meiri líkur að þú smittist eitthvað af þessum heldur en 23 limum sem til þú sér einhvern endurskoðun þá er þetta ég held að þetta krabbamein myndist ekki sko nei, en þú, ertu viss? já hvernig veistu? nei, svo veit ég það ekki það veit engin neitt krabbamein jú, það vita allir allt það nei, við getum ekki sem lækna nei, heldur ekki við erum að fara að þanga conspiracy en veistu hvað ég meina ímyndaður bara heiminn ef allir myndi verið check alltaf og þá fyrir öllu að því við erum alltaf með það er núna í Mottumars sem er svona mánuð það sem hefur verið að hvetja til checks og svo er bleikaslaufan sem er rosalega mikið svona hvetja að fara í check líka en við neyðumst til þess að fara með bílinn okkur check það er góða punktur þú veist af því að þetta er alltaf bara, þú veist, ok, reyndar í skilalega af hverjum þarfst að fara með bílinn í check. Já, það er alltaf bara öryggi. Pældi í öðru. Ef við þurftum ekki að fara neitt check, hvernig bílarnir væru. Já, það... Ég sá gaur daginn keyra á bíl. Já. Hann var búinn að búa til sjálfur topplú. Já, mér varst það mjög nett, en ég hugsaði samt, ég ætla að fara frá hann frá landfrán. Ég hef alveg séð bíla í umferðinni sem maður er bara svona ok, þú þekktir skoðanagæðin skoðanagæðin er pappið en samt átt tjekkland svo að þú spáir í því þetta er eitthvað svona svipað og eitthvað svona, þetta er eitthvað mjög alvarlegt starf skoðana? Já, ég held að þú getur ekki sko, herðu, bróður minn er að vinna hérna, farið bara til hans ég skal tala við hann já hann gefið bara með það ég meina, þú veist, ég held að hann sé aldrei að fara að gefa það með hann ef hann sér að, þú veist nei, ég er að segja dekkinu þetta af já, af því að segjum að það myndi gerast þá er örglegt að rekja sko, hver skoðaði bíl og hvar og, þannig að ég held að þetta sé alvarlega en maður heldur ég held að þú eru örglega líka eitthvað svona held ég bara 100% að þú þarf eitthvað sérstaklega leyfi til þess að vera með eitthvað skoðan með sko. Ég líka, sko, eitt sem ég mæli með fyrir alla ef þið eru félagsverur og fara í skoðun og tala við guruna og bara vera að spjalla þeir eru geggjaðir og ég hef stundur náð mönnum upp á band og þeir eru svona veist, ég ætti í rauninni nú er ég að tala í cross að tala um hvað er alvarlegt en ég hef alveg lent í því gæjar segja bara herru, ég ætti í rauninni að endur skoðun en farðu bara að laga þetta núna í vikunni já, þú veist, það er náttúrulega að koma meiri, þú veist, bara nýlega var komið ný reglugerð varðandi bara svona skoðunur á bílum og það er bara eitthvað svona smáatriði sko. Þannig að þeir eru stundum að leyfa þessum smáatriðum að slæta ef það eru næs það er bara málið en fokk játt svo fyndna upplifun ég var að selja bílum minn selja minninga geggjaði bíl
góðu bíl. Já, hérna, sorry. Hérna, svona. Hvað glæður? Ég hata ASMR. Já, það. Ekkert sem fyrir meiri töðnar en ASMR. Við þurfum að gera ASMR. Nei. Nei, ok. En hvað var ég að tala um? Já, ég fór með bílinn mín í skoðun. Já. Ég fór með það bara í svona ástandsskoðun af því að ég var að fara að selja hann og bara þægilega að selja hann full skoðan. Já. Og ég, sko, þetta var eitthvað svona skrítið dæmi. Ég fer vanalega í Tékkland. Ég veit ekki af hverju, ég held að það sé bara græni liturinn. Já. Ég elska græna. Já. Ég í grænni peysu núna. Já, falleg peysa. Bara grænir upp á snuttum minn og hérna Tékkland einhvern veginn. Þeir eru ekki að sponsana þátt. Þetta er bara bókstaflega. Það er eitthvað við Frumherja-lógóið og Tékkland-lógóið. Já. Dreigum mig meira Tékkland. Tékkland er líka grænt svona check Já, merki. þetta er eitthvað svona næs tilfinning. Þetta er gott marketing. Mér finnst líka einhvern veginn alltaf meiri röð í Frumherja. Já. Ég veit ekki hvað en hérna, ég fór samt einhvern veginn í Frumherja núna, því það var bara í leiðinni. Já. Og shit, þetta var svo skrítið. Sko, það er checkstöð í Smáralind, nálægt Smáralind. Það er bara einn gaur að vinna, þetta er bara svona lítið checkstöð. Hinum megin, þannig að KFC? Nei, akkurat hinum megin. Þetta er nálægt, þú veist, þetta er nálægt Orkunni og því öllu, þú veist, Blöss og Sérefni og þar. Já, það veit ég hvað þetta er. Já, Dalvegi eða eitthvað. Eitthvað svolítið. Já, hérna Smiðjuvegi. Þetta er það sem Thor Gym er. Já, hérna, og ég fer með bílinn inn og ég sko tala við því í síman. Já. Og við erum að tala um eitthvað skemmtilegt og hérna, og síðan kem ég inn, ég er bara í góðskapi af því að bara ég er nýbúinn að laga bílinn allan og ætla að fara að láta tjekka hann og bara fá grænan með og bara drulla mér út. Nema, hérna... Þú vilt ekki græna með það, sko? Nei, ég meina, þú veist... Það er endurskoðun. Ég vil hana, hérna, drullar, þú veist, seldu bílinn, dæmi, hérna... Og ég sest, þetta er svona, biðstofan er bara svona, þetta er svona eins og situr og ert að horfa á einn gaur. Já, svona 2 fermetrar eða. Já, bara þú sérð bara, nei, þú veist, biðstofan er bara hjá, þetta er ekki svona fer eitthvað út af. Nei. Já, þú meinar. Þú ert bara inn í stöðinni. Já. Og gaurinn er bara að gera eitthvað sitt, að hrista bílinn og vinna. Já, bara, þú veist, það er engin biðstofa. Nei. Þú veist, ég var bara í röð og ég satt með einhverjum öðrum gaur og hann spyr mér bara eitthvað, þú veist, eitthvað, ég er búin að eiga þennan allt og lengi. Já. Bara upp á þurru, bara svona small talk, eitthvað sem við báðum ekki um. Engin, bara það biður enginn um small talk. Þú veist, ef þú ert að pæli að byrja small talk. Ekki gera það. Gerðu það ef þetta er að fara að leiða eitthvað gert. Þú veist, þú mátt byrja á samtalið með small talki. Hvað er svona small talk? Það er svona, það kemur inn oft. Já. Hvað segirðu, djúðu vant viður? Já, ég er sko, allt sem þú segir eitthvað svona. Já. Ég skil svona 90% ekki, það sem þú ert að segja. Nei, ok. Ég segi bara já. Nei, segðu þau samt til skil ekki. Já. Þá getur ég útskiptað fyrir þér. Nei, þú veist, ég er ekki bara að tala um í þættinum, ég er bara að tala um almennt. Já. Skilur. Það bara kenn ég. Oft eitthvað svona, þú segir eitthvað svona á ensku. Já. Eitthvað svona. Já, hérna, sko, small talk, það er þegar þú basically hefur ekkert að segja við manneskuna. Jæja, veðrið maður. Já, vilt helst ekki tala við manneskuna, en einhver hlutu vegna byrjar að tala við hana. Ok. Af því að þér líður óþægilega með þessi en ekki neitt. Er ekki veðrið þá besta small talkið? Jú, þú veist. Mest notað small talk. Sérstaklega svona í kringum eitthvað rugla viður. Hann er kaldur núna. Já, þú veist, bara vákæður hún þreyttur á þessu. Já. Það er svona, upp á síðkastið, það er svona go to. Af hverju alltaf hafi byrjað samt, hefur þið tekið eftir að eldra fólk tala alltaf um hann þegar það tala um veðrið? Já. Hann rignir. Já. Er aldrei þetta? Nei, alltaf, þú veist, ég veit ekki. Nei, ég var alltaf spáð í. Þegar ég talaði pappa minn. Hvað kallar hann? Já. Þegar ég talaði pappa minn, þá var hann að tala um veðrið við mig. Já. Og hann eitthvað, hann var búinn að spá. Nei, hann spáði. Þú veist, alltaf svona, hann átti að fara að rigna. Hann. Já. Ætli þessi vitnin í Guð, eða? Nei. Ég held að þessi vittin í viðurfræðingi frekar. Bara hann viðurfræðingurinn? Já. Ég veit þess ekki. Ég veit ekki okkur, það væri gaman að fá að vita. Já, einhver gamall hlustandi endilega sendi okkur af hverju það er notað hann. Já. Nei, það hlýtir svona, ég held að sé sko hann viðurguðinn dæmi. Já, það getur þetta líka. Þú veist, eitthvað svona Guð eða eitthvað svona dæmi, sérstaklega hjá gömlu fólki. Já, hann átti að fara að snjóa. Eitthvað svona dæmi.
Já. En ég var með eina pælingu af því mér langaði svo, ég var að pæla í þessi gær kvöldi Já. af því að mér langaði svo að hlusta á eitt lag Ok. og ég bara fór og hlusta á þetta lag og ég fór allt í að hugsa og ég bara pældi í því fyrir 20 árum Já. Nei, ok, 20 árum fyrir svona 25-30 árum Já. þá var þetta bara þannig að þið langaði að hlusta á eitthvað lag þá gast ekki hlusta á það ef þú áttir það ekki Já. ég var bara að pæla svona hlutir sem eru ekkert eðlilega þægilegir í dag versus þá, skilur við Já. Bara svona, lúksusinn við að vera til núna. Já, með tæknina, skilur við Já, það er shit, sko. Það er svo mikið. Ég veit það, af því að pældu bara í þessum litla hlut að þið langaði bara að hlusta á eitthvað lag en gast ekki hlusta á þetta lag af því að þú áttir það ekki Já, þú þurftir að fá lánaðan geisladisk. Já. Ég meina, fyrir 30 árum þurftir að fá lánaðan bara hlut. Vínil. Já. Ég man eða kassetu. Já, ég man eftir sko fyrstu plötuköpunum mín. Hvað er þetta gaman? Ég gleymi alltaf. Ég fæddi 96. Já. Ég man eftir fyrstu plötuköpunum mínum og það var plata með System of a Down. Helluð. Já, fuck me. Ég man ekki hvað hann heitir. Mesmerize. Hypnotize. Ég held að það Hypnotize. 96 Hypnotize. Ég held að það sé nýjasta. System of a Down. Ertu ekki að grína? Þú veist, þetta fuck í mér. Þetta er svo mikið kjaftaði. System of a Down Já, það var þessi Hypnotize. Já, Hypnotize er svona það sem allavega á þínum aldri. Já, þetta var svo góð plata, sko. Ég átti Mesmerize og Hypnotize en var alltaf að hlusta á sko Toxicity í svona litlum MP3 svona túrtappa. Ég átti svoleiðis líka. Ég átti svona lítinn gaur sem bara pluggar inn og setur í folder. Já, nokkulega, í gegnum iTunes. Já, það var epic. Já. Ég var alltaf ég man líka sko, maður var alltaf að sækja lög á YouTube gegnum einhverja linka. Já. Varst þú uppi, þú veist, að fokk í LimeWire og því dæmi? Nei. Varst þetta LimeWire? Nei, hann var bara Lime, eins og Lime appi sína. Nei, Lime appi sína? Bara svo skorin Lime appi sína, það var logoði. Ok. Nei. Það var bara, þú veist, það var svona fyrsta downloadið mitt, sko. Hvað varst að gera? Þú varst bara að downloada Family Guy og hérna... menn þannig. Ég var eftir Pirate Bay. Já, það er náttúrulega, það kom síðan. Já. Og Deildu og það allt. Já, Deildu, já. Það var ógeðslega fyndið. Ég var með strák í skóla á Eyrarbakka sem að, ég man ekki hvort að hann átti Deildu eða eitthvað. Áttan Deildu? Já, byrjaði Deildu. Hvað, í grunnskólanum? Já. Ég held að hann hefði nú eitthvað verið að ljúga þér. Nei, hann átti ekki Deildu. Nei, ég er ekki að muna alveg. Pappans átti Deildu. Hann var með eitthvað svona dæmi. Það var engin krakki í grunnskóla sem stofnaði Deildu. Nei, allavega. Ok. Hann gætt, manstu... Fake news. Eftir því sem maður var að nota uTorrent. Já. Og þú þurftir alltaf að vera að downloada til þess að halda einhverju skorin á Deildu. Já. Eða þú þurftir að deila áfram. Já. Hann gaf mér eitthvað terabæt. Já. Þannig ég þurfti aldrei að gera það. Já, ok. Hann var með einhver ítök, ég veit ekki. Það var einhver admin eða eitthvað. Já, eitthvað svolítið. Mod. Þannig að ég var bara með hana eitthvað terabæt af þessu dóti. Já, þannig að þú þurftir ekkert áhyggjur að búa til nýjan account. Nei, ég man eftir líka, maður var alltaf að ná í Geordie Shore, horfa það. Það eru bara bestu þettir sem það er gerðir. Byrjaðar á Geordie? Nei, Jersey. Jersey, það var fyrsta. Með Snooki? Já, ég er að tala um það. Ég horf aldrei á Geordie Shore. Nei, það er brest. Geordie Shore er brest, já. Ég horf á Jersey Shore. Jersey Shore, weja. Svo hella. Jersey Shore voru svo góð þetta. Já, geggjaðir, sko. Við langar að horfa aftur, Pauly D. Já, fucking Pauly D. En þetta er samt alveg, það er ógeðslega fyndið með LimeWire, af því að þetta var svona early days of bara downloading og bróður minn var rosalega mikið í þessu. Ég var bara Polly og ég sníklaðist alltaf inni, ég sá bara hvað hann var að gera og ég prófaði að joina hann, skilju, þú veist, ég sá bara ok, hann sækir þetta svona og síðan hlustaði bara á lögin sem hann downloadaði. Já, akkurat. Eða horfa á þættina sem hann downloadaði, þú veist, hann var með allt That 70 Show og hérna og við sko mér langaði svo mikið að horfa á Family Guy og sko ég mátti það náttúrulega ekki þú veist, bara ég var ungur
Family Guy var alveg svona frekar og ég veit ekki það allar vildi enginn sýna mér það ég mátti alveg horfa það en það var enginn að sýna mér það skilur, þú veist að þetta var svona edgy grín og ég ákvað að finna þetta sjálfur en ég skrifa Family Guy og þetta fyrsta skipti sem ég bara að horfa á klám eða sko. Family Guy já það er bara fjölskyldu hommaklám á Læmaðir og þetta með svo fyndi sko þú veist ég meina ég fyrstulega uppgötaði að ég var ekki samkynhneigður í öðru lagi var ég í tráma en þú veist ég þú veist ímyndaðir saklaus ég að reyna að fucking horfa á Family Guy og ég opna bara hommaklám fjölskyldu hommaklám Family Guy það er mjög sett en þú veist ég sko ég kunni ekki að díla í það neinu þannig þú veist það var svona óþægileg útskýring fyrir bróða minn en þetta var svona fyndið sko þetta er svona googlaður þú aldrei þú veist eins og já þú veist eins og Hometail eða hotmail.com þú veist það var einhvern veginn óvart alltaf að horfa eitthvað hommaklám alveg óvart sko því ég lofa þetta var svona weird vibes dæmi ég maður sett bara eftir maður gæti downloada leikjum líka og svona en það var, hvað það hét eitthvað þurfti að gera eitthvað nei, samt ekki þú þurftir ekki að gera neitt þá af því að þá voru þeir ekki online nei, en það voru leikir sem þegar Steam var og þú varst að downloada leikjum sem þú varst með Steam í tölunni og þú varst að downloada leikjum sem Steam á eitthvað svona þá gerðist oft eitthvað man ekki hvað að kalla það sem þú þurftir að gera til þess að Steam myndi ekki taka yfir og þá í rauninni þú þurftir að blokka leikinn eitthvað svoleiðis gegnum firewallið eitthvað svoleiðis þetta var alveg svona maður var mega hacker í rauninni sko. ég man eftir þessu núna þegar þú segir það maður var að breyta rátinginu ef hann á að tengjast netinu og það var að loka á netstemminguna í leiknum til þess að þú kannst aldrei spila online nei. Það var ekki hægt sko. allan ekki þú veist, ekki allan leiki nei, ég man eftir að vera að downloada leikjum og maður var það að YouTubea þú veist, hvernig á maður að gera þetta geta að spila leiki ég sko að þú veist að tala tónlist aðan mér er svo gaman að pæla í þessu það sem var erfiðar að gera back in the day manstu eftir skeifunni húðinni? Já. Bara það sem þú fórst að kaupa gildið sig. Já, fórst að hlusta svona. Já. Og það var bara svona rekki bara með einhverjum skýta headphoneum og og þú bara svona hlustar og þú bara stóð bara einhvern veginn stendur bara einhvern veginn og hlustar á tónlist og er bara eitthvað og þetta er kannski bara eitthvað with your taste on your lips I'm all right og þú stendur bara nei nei læt þetta í friði ég man líka eftir þetta lag, nei takk maður þetta PlayStation stöndunum það var líka snill er það bara horfið? Nei, já, allan hér McDonald's 1964 mannstu því? Nei 1964 já, Nintendo 64 já, ég man líka eftir ég held að það veit í geimstöðin þá ég man að þeir kiftu á manni leiki það var snill svona GameStop vibes er það hægt? Ég held að sé ennþá því já, ok þeir eru að kaupa á svona gamla leiki manni þeir eru að selja sko síðastir ég fór í þessa búð kannski búið á lokinu núna en þá var þetta að kaupa nota sko já, ok það var nefnilega sko maður gæti selt, þú veist, hann opnaði alltaf hulstrið tjekkaði hvort það var rispaðir eða eitthvað það var authentic já, sett hann í og svo fekk maður viltu vera svolítið mikið lispa á þessum leik og maður sett hann alltaf upp svolítið mikið lispa á þessum leik maður sett hann alltaf 1000 kall nei, maður fekk alltaf bara 100 kalla nú, ok svo setti maður það upp í næsta leik sem var alltaf að kaupa þannig að það var fjör en þú veist, já, að því að tala um það sem er svona erfiðar þú veist, ég meina
það sem ógeðslega auðvelt í dag, veist, það fyrst sem ég hugsa þegar þú segir hvað var erfitt back in the day versus núna, ég fyrir bara að hugsa þú veist að ég var að horfa á eldgömul vídeo af af mömmu minni gera ammælisköku fyrir bróður minn, ég var ekki til þetta 98 eða eitthvað og tekið upp á svona já bara eitthvað, þetta bara eldgamalt vídeo sko og þú var samt til 98 sko já, ok, já, akkurat þetta 92 okay. hann er 87 model hann er bara eitthvað 4 ára já. 91 ok, eitthvað svolítið alright, og þá mamma gerir 2 turtles kökur bara svona stór græn bara skjaldbaka og þetta nákvæmlega svo turtles og ég veit ekkert hvernig mamma gerði þetta já, þú meini, gerði hún gerði bara turtles já en hvernig án þess að það Google eða YouTube veistu hvað ég meina hvernig fattaði mamma þú veist hversu full var hún þegar hún var þú veist, skilur þú veist, hvað var hún að reykja það er sko það er enda góða punktur, Google já, menna, þú veist, allt þetta dæmi sækja sér upplýsingar já, þegar maður var bara eitthvað ég ætla að gera lasagna í kvöld þá þurftur að finna ykkur á bók þess vegna eins og heima á mér og mamma og pappa, það er til svona eldgömmul bók sem er bara svona ekkert eðlilega stöffuð og setja alls konar inn í hana bara svona notes og blaðagreinar þú veist, klift út blaðagreinar og skrifa alls konar og hún er orðin bara svona geðt bölki en það er ekkert svolítið æðislega lakrísdrópa akkurat svona lakrísdrópa fínt fyrir jólin fínt fyrir jólin muna þegar þú veist mamma er að fara að baka eitthvað heima eða eitthvað þá nærum bara þessa bók skilur við, af því að þarna er hún kannski bara með einhverja gótu uppskrift sem hún hefur gert til heil lengi þannig að mér finnst þetta og bara svona allt sem að eins og bara við erum bara að gera núna 3 þettunum bara herra, hvað er 5 billjón dólar einmitt, Google menn voru bara eitthvað, ok finnum, veit ég gengið bankaði hjá nágrannunum, spurðu hvað þá veit ég hvað gengið er er hann með fréttablaðið stendur það í fréttablaðinu, þú veist, þetta er bara flóki skref sko. En líka þú veist eins og að gera lasagna ég gerði spagetti bolognese daginn og ég kann alveg að gera spagetti bolognese svona basic en ég fór að hugsa eitthvað, ok, mér langar að gera eitthvað svona fínna, mér langar að gera bara svona prime spagetti bolognese því ég elska þennan mat og og ég googlaði svona 4 uppskriftir og ég bara svona var að minnst þetta vond þú veist, minnst þetta gott og ég gaf bara svona farið í gegnum alls konar útgáfur en mamma bara svona ef að prófa að vera svolítið vilt og setja bara kóríander bara fuck it, setjum kóríander í þetta sjáum hvað gerist og síðan eru þau bara eða 5 tíma í þetta og síðan er þetta bara vond það kemur líka þú veist, pældi því ef þú kunnir ekki elda voruð eitthvað sem bara eitthvað prófum sojasósu fuck it já, ég meina, einhvern veginn var þetta til en þar kemur líka veist, aftur pældi því, þá var þetta bara þannig í rauninni ef þú kunnir ekki elda þá kunnir þú bara ekki að elda nei. Ég kann ekki elda en ég gæti hort á YouTube-vídeó þú getur alveg átta á því og ég get hort á YouTube-vídeó og bara fyllt hvað ég á að gera en ég gæti ekki en ímyndar fyrir 25 árum þá bara kunnur þetta ekki en var þá ekki miklu meira svona lenska af því að Google er ekki til og YouTube var ekki til þá að bara svona núna verði ég að kenna honum að elda klálega eða skilur þú veist eins og pappi minn var ekkert eitthvað að stressa sig hvað er næs hann var ekkert að stressa sig út að Google og til hann var ekkert að sleppa að kenna honum að elda því að Google hann googlaði bara fuck it og skattar og svona googlaði bara og fokka þér skattar, nú er skattaframtöl í gangi god damn akkur er það ekki kent í skóla við erum að hrúta allt hérna en já, í sammála ég er alveg sammála sleppu dönsku geta ekki náttúrulega á því eða fokkin lífsleikni nei, það er veistla nei, lífsleikni er bara kjafta það er góð það er mesta kjaftaði sem hefur kent maður fær líka mestu einingarna fyrir það hvað gerðið þú lífsleikni? Ég lærði eitthvað Kambodíu gerði verkefni Kambodíu í lífsleikni? Já
Nú, svona menningar eitthvað. ertu ekki vissum, ertu ekki að gera bara sögu, ekki bara saga? Nei. Samfélagsfræði? Nei, þetta var lífsleikni, mann það, eins og það gerst í gær. Ok, við vorum bara að teikna hvort annað og bara fara með ræður, sko. Þú veist, þetta var eitthvað svona kafli á önninni. Já. Og í byrjun annar þá dróst upp úr hattu og dróst eitthvað land og áttir að gera eitthvað verkefni landið. Já. Ég fyrir Kambódíu. Það er ömurlegt, það er ekki lífsleikni. Jú. Nei, það er bara léleg lífsleikni, skilur, þú veist, því nafni lífsleikni, þú veist, fyrst sem ég hugsa er ekki Kambódía, eða þú veist, lærum önnurlönd, heldur mitt líf og hvernig ég á að lifa lífinu, skilur. Já, en vá, gaur, annað, að því vorum að tala þú veist, Google og svona. Back in the day, fyrir 30 árum. Gjölu góð 30 árum. Já, þegar menn voru bara einhvern veginn svona að spyrja nágranna sinn og fá lána salt og eitthvað. Já. Fórstu ekkert um að sóti salt fyrir mömmu? Já. Já, ég líka. Mér finnst ég ekki gera þetta nóg oft fyrir helinu. Nei, ég þurfti oft að fara yfir og ná í eitthvað. Ég tvisabla þurfa að fara hérna yfir og sækja olíu. Já, ógeðslega fyndið. Það var reynda líka, nágranni minn átti hérna, og kona sem átti alveg risstort VHS-hub. Ég var alltaf að fara yfir til hennar að fá mynd. Spól? Já. Já, næs. Það er hella. Það var snilt, sko. Já. En það sem ég er að pæla í, ég skilur, þú veist, kennari, til dæmis. Já. Sem að, þú veist, það er bara, ég veist bara frekar obvious í dag að menn eru svona að fylgja, að er allir að fylgja sem er blaðsíðunni. Já. Þú veist, varandi bara svona námið. Það er allir mjög svona, geta allir synkað námið. Já, bara kassi. Það er allir að gera það sama. En fyrir 30 árum voru allir bara svona, hvernig var að kenna þeim náttúrulega? Hvað vitum við og hvað veit nágranninn minn? Já. Eða skilur þú veist, hvað veit næsti skóli? Einmitt. Þannig að þetta var svona meiri kvísluleikur. Já. kannski byrja okkur, ok, við ætlum að gera svona, við ætlum að hafa opnastofu. Já. Og þetta kvísla svona út, hvalur er með opnastofu og þau svona, þetta rugglast. Já, það er þetta líka opna bara allan skólan, hann er bara úti. Já. Við erum úti. Núna, þegar við höldum að það sé rétt. Ég ætla líka að segja núna í dag, þá sérðu unglinga svona 14-13 ára upp úr, eru allir eins. Já. Allir strákar í dag eru í svartir úlpu, í hettupeysu innundir, með svona hvítt hár, topp og heita fucking Ísak. Nei, þú veist, ég er að segja, þetta er bara sama tískan. Eða Aron. Já, þetta er bara sama tískan. Já. Allir með sömu tískuna. Já. Af því að nú eru samskiptamiðlar sem að þar sérðu bara hvernig tískan er. Já. Ég man eftir, skilur, þegar við vorum að koma kannski frá Eyrarbakka á Samfés. Kom þeim bara eitthvað í kartöflubókum. Halló. Nei, þú veist, maður sá... Halló. Í rugglu. Maður sá bara tískan var allt öðruvísi. Já. Út á landi og svo í bænum. Það kvísluleikurinn virkaði ekki núna. Þið voru, þú veist, þið áttu að vera í köflóttum golnum en þið voru í, þú veist, köflóttum buxum. Já, ég var kannski í einhverju skóm sem voru ekki cool, sko. Nei. En okkur fannst það cool, skilur við. Þú ert samt alveg ungur. Já. Það var alveg þannig, back in the day. Já. MySpace var komið samt, sko. Ekki? Þú varst á Samfés. MySpace? Já, MySpace, já. Þú veist hvað MySpace er, ekki? Nei, ég notaði aldrei MySpace, sko. Já, það kom aldrei Eyrarbakka. Facebook kom ekki Eyrarbakka. Ég sleppti því. Já, en nei, það var svona ýmislegt svona, ég hef aldrei séð jafn mikið af eins fólki á einu stað og í dag. Já. Og ég er náttúrulega að vinna á Kjöris, en ég er mikið á ferðinni. Þetta er mjög mikið boomer vibes núna. Já, en ég er bara svona, gaurar, gera eitthvað annað maður. Verður þið cool? Það er samt alveg, ok, já, ég er svona semi-samanlegar. Það er ekki cool að allir séu eins og ég er ekki... Nei, það er samt ekki þannig. Jú, það er... Nei. Ert að grínast? Nei, það er samt ekki 100% þannig. Nei, ég er ekki að tala um bara allir. Nei, en þú ert að segja svona meir hlutum af strákum eru svona eins og Ísak. Já. Svona strýpur eitthvað fucking... Nei, þeir eru aflitaðir náttúrulega. Aflitaðir, akkurat, já. Já, og ég sé oft sko 10 manna hópa. Allir eins. Hver einasti maður eins. Já. Þetta er ekki cool. Stranger Things. Já.
Ég fíldi ekki. Sko, já, ég nýtti mér þetta back in the day. Já. Ok, sko, samt eitt sem ég ætla bara að tróða sokk upp í munnuna þér. Fótboltamenn eru fucking allir eins. Nei, handboltamenn allir eins. Sástu íslenska handboltalandsliðið? Já. Þeir eru allir eins. Þeir eru allir með Captain America klippinguna. Ágríns. Já, þetta er góða punktur. Þeir eru allir eins og hérna Chris Evans í Captain America. Já. Með svona gamaldags hermannaklippingu frá Bandaríkjunum. Það er bara eins og herinn er hérna og þetta er allt synið þeirra eða strákar í hernum. Já. Allir eins nema kannski Aron Pálma af því að hann er, þú veist, 57 ára. Já. Eða þú veist, búin að vera ógeðslega lengi í þessu liði og þú veist, en manstu eftir því þegar í handbolta, þú veist, Fúsi var, hann var svona stór og síðan var einn gaur með geð mikið skegg og annar sem var síðhærður og einn krúnurakaður og einn sem heitir Ólafur og er bara svona á sveppum. Skilurðu, núna eru þeir allir bara eitthvað svona, ég fíla alveg flöskuborð, þú veist í alvörunni. Já, hérna, en bróðum minn samt. Og allir vinir mínir í grunnskóla voru allir eins. Já, en bróðum minn samt, hann er bróðin svolítið líkur þessum típum. Nei, eldri bróðum minn. Já, ok. Hann er mikið í kringum hérna svona 7 fótbolta. Einn af þeim er mjög líka. Já, hann er mikið í kringum svona fótbolta, hann að þjálfa og eitthvað svona og hann var á einhverju æfingu á Selfossi daginn þar sem voru bara fullt af strákum. Símon eða Ísak eða Sebastian? Nei, allavega. Kristall. Hann kemur og hann hittir einhvern gamlan vin sinn úr Þorlákshöfn. Já. Og hann er eitthvað Kristall, demantinn. Niður á kantinn. Kristall. Og hann er eitthvað að segja við hann eitthvað. Já, hvað, akkur þú hérna? Flóni. Hann er eitthvað svona, akkur þú hérna? Hann er eitthvað, já, svona hérna. Já. Sem er, hann er eitthvað, byrju, hver er það? Já, svo afritaður. Já, og pappin er bara horfir á hópinn og er bara svona, ég veit það ekki, sko. Hann er númer. Af því það voru allir eins. Já. Allir með sömu klippinguna. Já, en það sem ég er að segja er að þetta er ekkert nýtt. Þetta er bara var líka þegar ég var í grunnskóla. Nei. Einu ástæðan fyrir að ég var öðruvísi er út að ég var ekki í fótbolta. Af því þeir voru allir bara eitthvað með, þá var það ógeðslega nett í handbolta að vera með svona þund, svona en hvað var tískan þegar þú varst? Sítt aftan. Já, veistu hvað tískan hjá mér hárið var? Þá varstu með svona hérna. Möllett. Já, þá greistir þetta svona upp og toppurinn kom sko. Já, nakkavæpið, það voru allir þennan líka. Já, það voru allir þarna. Já, ég kannski bara drullum á bak. Þarna er þetta djamnið, sko. En ég er að tala íþróttum. Það kom svona umlegt tímabil það sem allir voru síðarir, einhvern veginn, með toppin svona niður. Og stundum settu þeir í svona snúð. Já. Var ógeðslega töff. Ég ætla bara að biðja alla unglinga afsökunar. Já. Það er allir fucking brjála. En ætluðu við ekki að gera eitt? Jú, hvað? Ætluðu við ekki að opna Pokémon? Pokémon? Jú, ég er með eldgamla mystery box. Já. Ég fekk þetta fyrir löngu. Já. Ég bara taka það fram þegar gáum mér þetta. Fyrir sko meir en ári. Manstu, við hefum gert svona áður. Og þú leiði mér að velja hvort boxi ég tók og ég fekk betra boxi. Já. Manstu, ég fekk hann að 10, Sylveon. Já, Sylveon. Fyrst japanska Sylveon, örgulega bara 20 skrónum spil eða eitthvað. Já, ég veit náttúrulega. Já, gott hér. Ég veit ekkert Pokémon. Nei. Þetta er geggjað hobby. Ég er algjör stennismæður. Ég var að veikina, þegar ég fekk þetta frá þeim, þá ætlaði ég að fara að stríma. Já. Ég var að fara að stríma á tölulegjum og mér langaði að opna svona dæmi með hérna bara eitthvað flip. Ég var að safna gífulega mikið á þessum tíma. En ég frekar mikið hættu því núna, en það er að koma púki með aftur. Ok. Og þú veist, það er alltaf gamla opnunda, sérstaklega þetta er svona gamalt. Já. Þetta er eins og hálsás, örgulega. Ég var að gera þetta á hún og opnum þetta. Hvað? Ég var að skipta. Já. Þorri, aftur. Já. Baby. Hérna, og byrjað þú? Ok. Já. Því sko, nú er ég alltaf að stressa þú. Sko, mystery boxið er að back in the day, ég veit ekkert hvernig það er í dag, sko. Hérna, þú fer alltaf að pakka, getur verið antíkpakki, sem gamall pakki. Ok. Og hérna... Eitt greitaspil. Já, eða 2. Já.
En við komumst að, já, ég ætla ekki að segja það. Jú, ég ætla að segja það. Við komumst að því léttari sem pakkin að þeir kostuðu þeirra að sama. Já. Því mögulega verðmætara spilið í kassanum. Þannig að þú veist, við fórum alveg vorum að vikta alla kassana daginn. Okay. Daginn fyrir 1,5 ári. Ég fekk Rebel Clash og Swords and Shield. Okay. Ég fekk 3 greiðuspil. Núi. Sem ekki jákvætt held ég. Nei, það er bara eitthvað whack. Fyrsta eitthvað. Þetta endur alveg, þetta eldgamalt. Sést þetta? Þetta Venonat. Næsta spil, þetta nú ekki. Melody? Nýja? Þetta endur alveg geggjað spil held ég. Charizard! 5 Charizard! Ok, let's go! Let's go! Ok, við vitum ekkert hvað opna hérna en sko, eitt sem ég veit er að þetta er eldgamalt spil, Venonat. Þetta eldgamalt. Okay. Þetta 99 spil, eða 2000. Ok, 2007 Charizard. Við þurfum að finna virðið á þessu, sko. Já, nú opnað þú þitt. Já, ég opnað mitt og þú að googla... Já. Þetta sem þú eru að ljótast í Charizard sem ég. Hvernig bakliðin? Er það basic? Já. Þetta er bara 5, sko. Þú veist, við slökum á. Títrar allir hérna. Já, Sko, þú opnað þitt, svo opnum við pakkana sér eftir á. Já. Ef þú fékkst eitthvað... Ég var að gefa hlustanda eitt spil. Já. Ég var að gefa hlustanda Charizard. Nei. Af hverju ekki? Hvað er það að selja hann? Hann má eiga Melonið. Já. Við erum alltaf langað að Charizard. 3 pakkar, nei 2. Sama. Sword and Shield. Betra sett en þú dýrara. Okay. Ég fekk Sword and Shield. Það vinn. 2 graded. Nei. Ok, þetta er ekki eins gott að ég held. Fuck. Já. Hvað veistu? Þú er að fara að sína. Já. Bulbasaur. Þetta er 9... Nei. Blastoise. Þetta er 9,5 Blastoise. Þetta er cool. En samt Celebration. Þannig að þetta er bara nýtt, sko, sett. Já. Fyrir ekki að glada. En síðan Reshiram, 6. Hvað er það? Það er einn af guðunum. Ég sé ekki. Já. Þetta er whack. Okay. Þetta er whack. Vann ég þetta? Þú vannst þetta held ég. En við möttum að opna pakkana. Já, við möttum að opna pakkana. Herði, þetta er ekkert eðlilega flott, sko. Tjóðlega gaman. Ok. Smá svona break. Tea time. Þetta er svona pissupása fyrir þá sem eru að horfa á þetta. Þetta er ekki að grína, sko, ég spendir hana. Grætt kóði. Það sé 1, 2, 3, 4. Við þurfum að fá kameru hérna fyrir ofan okkur. Já. Ef við ætlum að vera að stunda þetta eitthvað. Þetta er... Ég fekk ekki neitt. Já. Ég fekk Hitmonchan. Ég fekk bullshit. Þetta er ekki reverse holo? Jú. Ekki það fyrir þetta hana. Very bad. Nú er það Rebel Class. Varst með 2 mismunum pakka? Já, ég með Sword and Shield og Rebel Class. Já, ok. Það eru engin hitt sem þannig að hérna. Ég fekk samt einhvern holograph. Hatterín. Já, neini, þetta er bara eitthvað kjafta. Hérna, ok, gerum þetta svona. Okay. Við eigum verðmyndaspilið, gefum all hinn. Við skulum það. Öll greitið. Já, ég til ég, sko. Ég finna bara fíknina að byrja aftur, sko. God damn, núna komum við bara Pokémon. Sækja meira, sko. Fuck. Áttu ekki fleiri box? Jú, bara framtíðina. Við gerum þetta svona reglulega. Já. Ég kannski verið búin að græja kameru næst. Já. Svona unboxing kameru. Svona. Já. Það sem kemur niður. Já. En já, hérna fínt að enda þetta svona á góðum Pokémon opening packs. Já, það er svo gaman að opna Pokémon. Shoutout á Pokémon höllina. Já. Fyrir að gefa mér þetta fyrir 1,5 ári. Þegar ég átt að gefa þeim shoutout fyrir 1,5 ári á stream sem ég ger aldrei. Nei. En núna fáðu það. Þannig að vestlið við Pokéhöllina. Já, samanlega. Ef þið hefði eitthvað áhuga á Pokémon. En það getur einhvern nota kóða með eins og þeir gera alltaf. Og líka Magic the Gathering. Þeir eru byrjað með Magic. Já, ég skil það ekki. Ég veit ekki hvað það er. Það er samt bara sama stemmingin. Ég hef samt heyrt að það sé bara eitthvað köld. bara Jonestown. Nei, þetta er ekkert eðlilega vinsælt. Þetta er ekki eins og... Já. En það er enginn upp á yfirborðinu með þetta. Nei. Ég þekki marga undir yfirborðinu, sko. Já, ég er að segja það, sko. Marga, sko. Já. Bara, og sko Magic er þannig
þetta vanlega bara moldaðir gaurar, sko. Já. Og var þetta ekki líka eitthvað, sko, ef þú átt ekki eitthvað spil eða eitthvað svona og það eitthvað spil sem vantar einhver dekk eða eitthvað, þá það bara fucking dýrt. Ég veit reyndar ekkert það, sko. Ég veit ekki hvernig leikurinn, þú veist, virkar, en ég veit bara að það eru ótrúlega mikið af svona gaurum sem eru kannski bara svona CEO-típar og ekki bara gaurar. Nei. Líka kvenkyn og þú veist og þeir eru bara svona pop-up og ég mætti alla laugardaga að spila Pokémon við bara einhverja nýju stráka á þeim tíma, en Magic voru líka með mót, þá voru, þú veist, þau voru svona 50 og allt bara svona típur sem þú myndir ekki alveg endilega giska á að vera. Það bara svona, alltaf því ég hugsa Magic og sé Magic, þá hugsa ég bara að þetta eru nördar, sko alvöru. Þetta er víst mjög gott spil, sko. Þetta er svona fullkomin TCG. Já, ég trúi því. En já. Þetta er bara geggjað þáttur. Já, mjög gaman. Þau sé sjálf frá. Já. Og hvað, bara næsta miðvikudag? Já. Þá bara. Ekki þetta. Nei. Við viljum að fara í Fade Black. Vá. Tæknin maður. Þetta er magnað, maður.